að það var auglýst námskeið á vegum Farskólans hjá Önnu Siggu Hróðmars í Varmahlíð og þá vorum við þar ein 8 sem vorum á 10 vikna námskeið, eða sem sagt í 10 skipti og það var svo gaman að við héldum áfram að hittast eftir það, þessi hópur og þetta vafði smá saman upp á sig og hittumst fyrst í Melskili félagsheimilinu veturna á eftir og fengum ýmsa leiðbeinendur til að vera með okkur einhver skipti. Við héldum svona þessari hugmynd alltaf vakandi að við þyrftum einhvern veginn að finna okkur heimili eða aðstöðu og menn voru svona með þreifingar í allar áttir og svo bara duttum ofan á þetta hús í fyrra. Svo byrjaði eiginlega þannig þetta, þessi félagsskap og þessar sýningar, samsýningarnar Litbrigði samfélags. Já. Það var ferðamálafræðingur, nýútskrifaður ferðamálafræðingur, Pálín Ósk, sem fyrir 3 árum. Já, sem fékk það hugmynd að vera með samsýningu hjá svona alls konar listamönnum. Já. Svo duttum við niður á þetta hús eftir áramótin í fyrra. Já, svo gerist það gerist eiginlega þannig að við fengum óvænt bréf fyrir jólin í síðustu jól. Það sem að Menningarsjóður Kaupfélags hefði ákveðið að styrkja þennan áhugamannahóp góða fjárupphæð. Og þá urðum við að búa til félag. Já, þá ákváðum við að búa til félag. Við gátum eiginlega ekki verið bara einhverjir sko. Nei. Einhver áhugahópur svona óskilgreindur, þannig við fórum í það og héldum fund, svona stofnfund. Þar mættu 20 manns og svo þá vorum við búin að finna þetta hús og fá vilyrði fyrir að fá að vera hér með því skilir að gera húsinu til góða innan. Notuðum styrkinn til þess og vorum hérna í sjálfboðavinnu í fleiri vikur við að skrapa og mála og eins og menn sjá þá var húsið bara alveg prýðilegt að innan. Og það var eiginlega bara ákveðin nánast leið að koma inn þröskuldinn á þessu húsi sko. Þetta væri bara húsið. Það þyrfti að vera eitthvað í þessu húsi. Við fjallum eiginlega alveg fyrir því. Já. Enda hefur það sýnt sig þetta svona í miðbænum og margir eiga ákaflega góða minningar hérna úr þessu húsi og þegar við héldum sýningunni hérna í Sæluvík og þá kom það mjög vel í ljós hvað margir voru glaðir og hrærðir bara hissa yfir því að húsið væri orðið svona fínt. Héldu að væri orðið nánast ónýtt og margir eru að bara selja þá nokkuð myndum hérna. En við skulum koma sér á framfæri. Þannig að þetta í alla staði ánægjulegasta. Og svo hittust við hérna núna á 5. málum saman. Sumir eru hérna aðra daga og hafa þetta fyrir sína vinnustofu. Og nú ætlum við að vera fram á jólum, á laugardögum og eins á Þorláksmessu hér. Opnar vinnustofur. Fólk hefur óbúslega gaman að koma og kíkja í kaffi hérna og hafa næs og skoða málverkin og spjalla og alls konar svoleiðis. Og það alltaf velkomið þegar einhver hérna að droppa við og yfirleitt alltaf heitt á könnunni og gott að koma inn og hlýja sér og skoða myndlistina.